bara nema í gær sem við sáum það að lögreglan fór að dreifa stunguárás og þetta sama fólkið og ætlar að krefjast þess að ég treysta þeim með forvirkar rannsóknarheimildir þegar þeim sýnist. Að ég reyna að sannfæra ykkur það að þetta verði í lagi en ég skil alveg tortryggnina og ég ger ekki lítið úr henni. Brynjar, þið getið ekki farið að reka löggæslu lýðveldis eins og reynir trausta rekur mannlíf. Að það væri bara einfaldlega betri kynning á því hvað fælist í þessu, að það væri einhvers konar upplýsingaflæði. Ég veit ekki í hverju hatursorðað mín ætla að vera, er það því ég er að stríða Birni Leví eða? Er þetta ekki svolítil whites only stemning sem við erum að keyra á? Svo þegar það er gert, og hvað verður þá ráðast á dómsmálaráðherra, eins og hann sé bara að skúpa hérna fötluðu fólki út á landinu. Og íslenski skattgreiðendur sé bara að gjöra svo vel, komið eins mörg og þau getið. Þetta er auðvitað ekki hægt, Þóra, það þýðir ekkert að leika neitt fávita í þessu. Var Jón Gunnarsson settur í þetta hlutverk til þess að Áslaug myndi ekki þurfa að taka þetta á kassan? Nei, við erum ekki að nota neina stemningu. Við bara lögum fram þetta frumvarp, lögum þetta, síðan bara gerast þessi atburðir. Í mínum huga voru þessi útlíkarlög frá 2015 eða 16 gölluð, af því þau voru gerði ykkur svona þverrpólitísku samstarfi og ég segi bara svo, Hanna Birna, trúið mér. Þegar Þórarinn spurði hver er stefna ykkur í útlendingamálum, þá var það málsraðin væri meiri, sem er kannski ekki ykkur helsta stefna, en erum við þá bara viljalaus verkfæri þessar þriggja þátta? Þannig er þetta bara Þórarinn. Og ég mun fylgjast með þér. Það er Brynjar. Úrkomum með kaldan. Já, já. Byrjum þetta eins og vanalega. Hvernig ertu í dag? Ég er hálfturskulegur núna. Nú? Já, fékk mér aðeins í gær. Já, og aftur núna? Og aftur núna. Hvað er að frétta? Það er stemning í þínu ráðuneyti núna? Það er allt að gerast, já. Já. Já, mikið læti. Hvað er að gerast? Erfiður ráðherra bara. Já. Þú veist hvernig hann er. Ég veit nefnilega hvernig hann er. Sko, til að byrja með, ég lendi í smá vandræðum með prentara minn, en þú lánaði með 3-vita prentara sem að þú hafðir undir þínum fórum. Já, ég er með nóg af þeim. Já. Nóg af þeim. Sko, ég vil aðeins ræða aðdragandann að þessu eventi hjá okkur. Það var mikið drulla yfir okkur á Instagram og á fleiri stöðum. Okkur? Já, nei, reyndar bara þig. Nú er bara mig, ok. Út af því að í rauninni, sko, þá var ég ásakaður það að vera að dreifa haturs áróðri og þar sem ég var að reyna að leyfa þér að koma fram. Og það sem mér finnst svolítið skrítið í þessu öllu er að, sko, ég skil ekki alveg hvernig það á til að fólk, sko, ég skil ekki alveg hvernig fólk telur að kaupin gerist á eyrinni í þessum málum. Og núna er þú ráðgjafi og helsti svona aðstofamaður Jóns Gunnarssonar. En samt telur fólk að þú hafir engin áhrif á þetta eða telur að hafi ómikil áhrif og að einhvern veginn eigir þú ekki upp á pallborðið í þessar umræðu. En þess vegna vil ég bara spyrja þig, hver er þín aðkoma í því að hafa áhrif á störf dómsmálaráðherra? Já, það er ég svo sem er þetta bara pólitískur aðstofamaður og þá auðvitað veit ég ráðgjöf, ég veit ráðherra ráðgjöf og þetta er auðvitað sviði, sko, málefni ráðins og sviði sem ég þekki nú bara mjög vel. Hef unnið í þeim málum alla starfsævina nánast, sko. Þannig að ég auðvitað veit honum ráðgjöf, gefa honum svolítið innsýn í þennan málaflokk og svo auðvitað bara ræðum við hlutina og komumst með einhverju niðurstöðu. Þetta er hans ábyrgð og hans ákvarðanir. Það er bara eins og með alla aðstofamenn og sem er að veita ráðgjöf. Ég er bara sömu stöðu þeir. En er þú ekkert öðruvísi heldur en aðrir aðstofamenn? Jó, ég er auðvitað öðruvísi maður en allir aðrir. En það veður enginn yfir Jón Gunnarsson, það get ég sagt þér. Nei. Sko, það sem að helst beit mig í þessu öllu var að það var einn sem ásakaði mig það að ég var að fara að græða á hatursáróðri. Og þar náttúrulega gerði ég svona stutt kynningamindband á þessum atburð og rauninni færði rauk fyrir því að það væri áhugavert að hlusta á þig út af því að ég hef mjög mikið þetta að segja svona bara frá mínum persónulegum sjónarmiðum.
en það verður ég sko drullaði mig einmitt fyrir það að græða á þessu, en ég náttúrulega að skítapa á þessu, en ég vil samt láta það koma fram að ég ætlaði að láta sko Barnaspítala Hringsins hafa gróðan ef einhver væri, hann verður náttúrulega engin. En ég ætla aftur á móti að sko gefa allar áskriftir eða sem sagt allan ágóðan á áskriftum til Barnaspítala Hringsins sem að hlýsta af þessu eventi núna í desember, eða ekki af þessu eventi heldur af áskriftum. En sko ég á ekki að plattforma þig, það það sem að mér sagt að ég ekki að gera, að ég ekki að plattforma þig. Finnst þér þú svona eiga í högg að sækja þegar það kemur að plattformi? Finnst þér fólk vera búið að reyna að takast að cancela þér? Nei, sko, þetta nú fólki sem mjög upptekið að tjáningarfrelsi sko, en skrítið að það sko, svo það einhverju ekki sammálaði þá það hatursorða í dag sko. Ég veit ekki í hverju hatursorða mín ætla að vera, er það því ég að stríða Birni Leví eða? Já, ok, sko, þetta orðið bara mjög sérkennileg sko hugmynd hjá fólki, og þetta fólk bara að nýta sér tæknina að íta öllum frá sem ósammála, þeir eru allir orðnir hættulegir eða með hatursorðræðu og svo framvegis, og þetta auðvitað bara fólk sem að grafa undan hinu frjálsa vestræna lýðræðisríki, það ekki flóknar en það. Hvernig þá? Já, með því að reyna að koma vekk fyrir önnur sjónarmið komist að, taka þátt í umræðu, það bara ein rétt skoðun, við erum bara komin svolítið aftur í tímann sko. Já, akkurat. En þetta svo sem ekki nýtt, þetta svolítið bundið við vinstrið, þið þekkið það Þórarinn þið vinstri menn. Já, ég alveg hata þitt tjáningarfrelsi. Það eitt sem ég langar líka að láta koma fram áður en við dembum okkur í þau málefni sem að fólk kom til að hlusta á. Sko, ég bjó til kynningamyndband fyrir þennan atburð og ég sendi á þau skilaboð klukkan held ég 2:45 á að mig minnir mánudegi eða þriðjudegi og myndbandið 90 sekundur og ég sendi skilaboð á þig aðfara nótt þriðjudags að ég held að ég ætla að birta þetta morgun. Þú sendir, og ég spurði þig hvort það var einhver athugasemdir þetta 90 sekundar myndband. Þú sendir 24 sekundum síðar engar athugasemdir. Já. Þú horfðir ekki einu svona á myndbandið? Jú. Nei, það er bara það. Ég var víst búinn að sjá þetta myndband. Varstu búinn að horfa á allt myndbandið? Já. Svo hefur líka bara mjög mikið traust. Já, greinilega, eins og segi, ég var að hæla þér akkurat núna sko, en mér þótti alveg sérstaklega skrítið líka að það væri vakandi kl. 2:45 og ég stakk búinn til þess að vera að horfa eitthvað myndband. Ég er mjög ótrúlega að vera vakandi 2:45 aðfara á þriðjudags. Ég útilokaði ekki. Nei. Ég kannski verið í leik? Nei, ég veit það ekki. Nei, ég skilði þetta ekki alveg heldur. Heyrðu, þegar ég hafði samband við þig, þá var hælisleitendumræðan miklu meira upp á lofti, sem að sýnir okkur, og núna náttúrulega eru forvirkar rannsóknarheimildir og hann er miklu vinsælli út af því að við einhvern veginn erum bara að hlaupa á milli flaggstanga. Sko, ég var á fundi hjá Kristrúnu Frostadóttur núna nýlega í húsnæði Samfylkingarinnar og ég spurði hana hvort að hún treysti Jóni Gunnarsinni til þess að leiða málefni hælisleitenda. Hún sagði nei og hún sagði að þetta væri svo loftsannarkennt og í mikill einhverri hendistefnu og handahófskennt hjá ykkur Jóni, og ég get ekki annað að vera sammála. Sko, hver er stefna ykkar í hælisleitendamálum? Já, sko, ég held að menn ættu bara að byrja að það er sko frumvarp fyrir þinginu sko, og þar sjá menn stefnu sko ráðherrans í þessum málaflokki núna. Þetta er breyting á útlendingalögum. Breytingarnir eru sára litlar sko. Það snúa bara því að við getum afgreitt þetta hraðar, og þeir sem augljóslega eiga ekki, uppfylla ekki skilyrði til þess að fá vernd, að þeir séu ekki hér mánuðum og árum saman, heldur bara málin afgreitt strax, og
þetta nú ekki meiri pólitík en það og meiri breyting sko. Sjáum Ég veit við- hvað menn eru að tala, þetta er bara frumvarp sem kemur úr ríkisstjórn sko. Já, en einhver ástæð nú fyrir anstöðunni, það getur nú ekki verið að það sé bara eitthvað Nei, frumvarp nei. til þess að gera ekki neitt. Nei, ég er ekki að segja að gera ekki neitt, ég er bara að segja það að það sé verið að gera með þessar mála skilvirkari, hraðari og við séum ekki, og við höfum einhverja stjórn á þessu málaflokki, stjórnsýslan, þetta, En hvað þýðir það að hafa stjórn á þessu? Höfum við ekki haft stjórn hingað til? nei, já, jú, sko, við erum þetta bara, þessi málaflokkur er mjög sérstakur, það þarf eiginlega að byrja bara á því, átta sig á því, í byrjun, fyrir hverja er þetta verndarkerfi? Þetta er ekki kerfi til að taka utan alla sem hafa það verri en við, eða búa verfiðar aðstöð. Þetta er ekki kerfi til þess að redda atvinnulífinu vinnuafli. Það eru algjör ákveðin skilið í lögunum fyrir hver þetta er. Síðan þegar við ákveðum að hafa þetta rýmra heldur en aðra þjóðir, að menn geti bara komið hérna raunverulega ef þeir bara geta keypt sér flugmiða, hvaðan sem þeir koma, að þá fyrir bara einhvern kerfi hér í gang, allir fá íbúð, einhvern pening, allar þjónustu, heilbrigðisþjónustu og hvað þetta heitir alls saman. Og meðan það er svona, þá ertu búin að gefa merki út í heim og þetta minn bara aukast. Og þegar þetta er orðið jafnmargar og alltaf fæðingar í landinu og er alltaf að aukast, þá vitum við það að við munum aldrei ráða að vita. Megnið þessu fólki uppfyllir ekki skilyrðin. Þannig að markmiðið er að fækka umsóknum. Markmiðið er að kerfið sé bara fyrir þá sem uppfylla skilyrði og eiga og falla inn í það. En þá hljótum við vera að reyna að komast hjá því að reyna að byggja hér því. sé að flæða inn fólk sem í hælisenda kerfið sem uppfyllir ekki þau skilyrði. En Og núna að skattgreiðendur bara borgið þann reikning. En ég meina, er þetta eitthvað áþreifanlegt? Þú veist, ég meina eins og Píratar eru búin að reyna að segja, eða, þú veist, þetta er bara einhver hundaflauta sem að þið eru búin að skapa hérna, þar sem að bara það er enginn þessi vandi. Það er ekki svona margir hælisleiðendur að koma hérna og leita að hingað. Þú getur ekki sagt það, við erum bara með tölurnar og það er talað sínu máli. Hver eru tölunar? Já, það stefnir í 6.000 manns á þessu ári. Fyrir 7 árum síðan voru þau kannski 700. Og þú veist, hvað sjáu þið fyrir ykkur að þessi verði mörg? Hvað langar ykkur, þér og Jóni, að sjá marga að sækja hérna? Þetta er ekki spurning hvað okkur langar að sjá marga. Þetta er bara spurning það að við séum ekki að sinna öðru heldur en uppfylla þau skilyrði og eiga erindin í kerfið. Þetta er ekki bara spurning hvað mér finnst að það vera margir hérna sko. Brynjar, núna hljómar þú bara eins og Þórhildur Sunna. Þetta er óþolandi að heyra, það er eins og fólk bara geti ekki talað um tölur. Það er eins og þetta snýst aldrei um tölur. Og það er alveg fáránlegt að vinstri segja það, en það er alveg fáránlegt þegar þið segja það. Það snýst ekki um tölur. Þetta snýst að sjálfsögum um tölur. Jú, auðvitað skipta tölur máli, en ég er bara að segja að þetta spyrir ekki hvað mér finnst um það. Ég er bara að segja það að við erum bara með ákveðna löggjöf í gildi. Og hún er um þetta verndarkerfi, hvernig þetta ábregðast við. Við erum að fá, sem kallað er raunverulega tilefnislausar umsóknir um vernd. Við grípum allt þetta fólk, reddið í öllu þessu og gífurlegu kostnaður. Þetta er sennilega orðið yfir 20 miljardar á ári sem þetta kostar íslenska skattgreiðendur í dag. Og það er svolítið mikið ef stór hluti af þessu fólki á ekki erindi í kerfið, þetta verndarkerfi. Og þess að skipta tölur þetta máli. Við verðum bara átt okkur á því að íslenskt samfélag er mjög lítið. Það er svolítið varnarlaust ef holskefla kemur yfir, miklu erfið fyrir okkur heldur stærri ríki. Og ég segi bara, heyrðu, við verðum bara að stíga niður fæti og segja, heyrðu, við megum ekki missa úr höndunum. Þetta verður að vera viðráðanlegt og það sé bara, við séum bara afgreiða mál, umsóknir sem eiga eitthvað erindi til okkar. Svo geta menn verið með einhverja skoðanir um það að allir eigi bara að fá að koma. Og ef ég væri sko alvöru frjálshyggjum þá myndi ég segja bara, heyrðu, landið er bara opið fyrir alla. En þú ert sko verður að sjá þau sjálfur. Þú fer ekkert inn í eitthvað almannatryggingakerfi eða eitthvað heilbrigðiskerfi, félagsþjónustu og allt þetta heitir.
heldur verður þú bara reddaði vinnu og reddaði bara sjálfur. Er þá umræðan prinsipslaus að þínu mati? Sko, umræðan bara þannig að þegar við ætlum að framfylgja lögunum, svo alltaf bent á dómsmálaráðherra, svo dómsmálaráðherra sitji hér og er að skúpa fólki út, hann er að ákveða hverju að fara út, það er ekki þannig. Sko, menn verður átt að segja að lögin gerir ráð fyrir því að það er sérstakar stofnanir sem sjá þetta. Það er útlendingastofnun og svo kærunefndin og svo auðvitað lögreglan að framfylgja ákvörðun þessar stofnana. Svo þegar það er gert, á hvað menn alltaf ráðast á dómsmálaráðherra, eins og hann sé bara að skúpa hérna fötluðu fólki út á landinu. Það er ekki þannig. Og ef hann fær að skipta sér að því, þá var hann raunverulega komin mjög hættulega braut, þá var hann komin í geðþóttaákvarðanir. Ég get bara því að Anders mann það öruglega hvernig Tamílamálið með Erik Lind Hansen í Danmörku var, þegar hann gaf fyrirmæli í útlendingamálum, hann endaði fyrir landsdómi sko. Nei, krafan er það bara að Jón sé einhvern veginn að þessu. Jón segir bara, það er ákveðin lög í gildi, það er ákveðin að stofna sem að taka ákvarðarnar, framfylgja lögunum og svo hérna, ég er að vísa með frumvarp til þess að gera þetta svona hraðara og betra og skilvirkara og svo allt hann bara allt eitt einhverju varnarstöðu og öskraða hann eins og hann sé einhvern vandamál í þessu. Þannig að vísa vandamál í mörgu öðru en ekki þessu. Sko, já, ok, þú getur sagt það að Jón Gunnarsson sé bara einhver svona óháð breyta sem er bara ekki benda á mig, en ég meina hann mætir samt alveg sko í viðtöl. Já, hann ber ábyrgð á málaflóknum. Já, þá getur hann alltaf verið óháð breyta á sama tíma. Hann getur ekki tekið geðþótta ákvarðanir sko gegn einhverju stofnun sem er falið þetta. Menn verða að skilja það. Hann ber auðvitað ábyrgð á málaflóknum. Hann ber ábyrgð á því að útlendingastofnun virki, það sé mannskapur þar, kærunefndin sinni sínu störfum og svona, en efnislega skiptir hann ekki sér einstökum málum. Ef hann fyrir að gera það, þá myndi það heita spilling sko, og mátt segja alltaf fandal þar eða hvað hann heitir. Sko, menn verða að skilja þetta. Það er mjög mikil spilling ef dómsmálaráðherra ætlar að fara að skipta sér, segja, heyrðu, nei, úrskurður kærunefndar þessi að fara, en ég ætla að ákveða að hann fari ekki. Þetta er að misfara með vald. En þetta skilja menn ekki, ég held að það sé allt í lagi að misfara með vald ef ákvörðun er þeim þóknanleg. Hvernig sjáu þetta fyrir ykkur til 5 ár? Hvernig myndið þið vilja hafa kerfið? Þú veist, hvernig sér þið fyrir þér? Eins og þú ert núna að segja og Jón Gunnarsson núna að segja, þetta er allt bara í volli, það er allt í klessu. Það stefnir í það. Það stefnir í það. Hvað þú talar um frumvarp, hvað þarf að gera til þess að sporna við þessu? Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að þetta er betrumbætt og... Já, við sjáum bara til þess fyrir okkur með það og frumvarpið er það hluta að þeir sem eru með vernd annar staðar, að þeir fari bara beint tilbaka. Þegar þú getur ekki verið á flótta að þú ert með vernd. Bara fyrst að segja þessi sjálft. En Grikki get ekki tekið á móti öllum. Það er ekki hægt að, þú veist, ég meina, er engin svona siðferðisleg kollektív svona skylda okkar að taka þátt í einhverju sem heitir mannúð. Ég meina, þú veist, heimurinn er að brenna upp hérna eins og þú vel veist og ert mikið hugarefni. Já, mikið, það er þó það nú væri, við tökum auðvitað okkar skyldur og okkar hlut í þessu vandamáli. Það er gert auðvitað bara í samstarfi EES-ríkjanna og Evrópusambandsins og Sameinuðu þjóðanna hluta. Þetta er allt saman, allir verða að taka þátt í þessu. Svo getur menn deilt það hvað er besta leiðin. Áttu bara að setja þið inn í löndin og gera það bara einhvern veginn hluta eða eru flóttamannabúðir, er það tíðanbundi ástand sem menn fara aftur heim. Menn þurfa að ræða þetta, hvað er best að gera þessu. Þetta er gert auðvitað alþjóðlega vísu, við erum alls konar samstarfið þetta og eilífu fundum sko, þetta alla Evrópu, hvert allar Evrópa fari í þessu málum sko. En við stöndum einhvern veginn hérna, einhvern veginn algjörlega varnarlaus og í þeirri stöðu að fólk jafn með vernd eða er að sækja vernd annars staðar og er þá þar, komi hingað, kaupið sér flugum og komi hingað og verði bara hér í þessu litla landi, mörg þúsund manns á hverju ári og íslensk skattgreiðendur segja bara að gjöra svo vel, komið eins mörg og við getið. Þetta er auðvitað ekki hægt þóran, það þýðir ekkert að leika neitt fáið í þessu sko. Og halda að það sé einhver mannúð sko. Þetta er bara, einhver svona upphrópanir einskísvirði í mínu huga. Ég er skráður sem mannúð að fá þetta í símaskráni sko. Já, mér sýnst stefni það.
þú talar að þetta fólk sé ekki aðföng og ég meina, ég er svona hagfræðilega þengjandi og ég horfi á mannafla sem aðföng. Þú talar að við getum ekki tekið þetta gennum hælisleitendakerfi. Nei, það er ekki til þess heldur sko. Nei, það skiptir engu máli. Segjum sér svo að við séum með plus 6.000 manns í það sem að Halldór Benjamín talar að það vanti 12.000 manns. Af hverju erum við ekki að taka á móti bara öllum þeir sem að geta komið með flugum eða bara inn í kerfið, reynum að skaffa einhvers konar menntun og nýtum það sem vinnuafl. Því að þetta er allt störf sem ég og þú erum ekki að fara að, það geta ekki allir verið þunnir á 50 degi sko. Jú, það geta það allir sko. Það geta það allir, en það fá ekki allir greitt fyrir það sko. Það sem ég er að segja er að sko, við þurfum að hafa einhvers konar kerfi þar sem að fólk sem er raunverulega viljugt til þess að vinna þessa vinnu geti komið hinga og unnið þessa vinnu. Því er ekki bara alltaf að segja, nei, ég vil bara hvíta Evrópubúa. Nei, við erum með kerfi í því. Við erum með kerfi í því sem heitir bara atvinnu og dvalarleyfi sko. Og það hafa vinnu. Og það er bara kerfi í því og við höfum talað að víkka það út og binda það ekki bara við EES-svæði sem er 500 miljóna svæði eitthvað og vandamáli er ekkert að fá vinnuafl, vandamáli innviðir hérna og íbúðir er bara ekki til fyrir allt vinnuafli sem við þurfum sko. Þannig en að blanda þessu saman við hælisleitendakerfið er algjörlega fráleitt í mínum huga og ekki skynsamlegt og það er bara, en við getum tekið þá umræðu sko, við sjálfstæðismenn höfum nú talað fyrir því að víkka þetta út fyrir EES, þetta atvinnu og dvalarleyfi, þannig að fólk utan EES-svæðisins fái hér vinnu og getur þá bara komið og fengið dvalar og atvinnuleyfi. En sko fyrsta lagi þeir sem eru sko, eru í þessu hælisleitendakerfi, þetta er nú búið að flakka ofta, þetta er erfiðri stöðu ofta þetta fólk sko, það er ofta ekkert vinnufært sko, þetta er meira átt að mál sko og þannig að þetta hendar ekki í það og ég mæli alls ekki með því. Nei. Nú þegar við tókum móti fólki frá Úkraínu þá hrópuðu allir húrra því að það var mikið svona stemningsmál sérstaklega á Vesturlöndum já. Ég veit sko að Píratar er ekki að fara að segja þetta við þig en þeir alveg þrá að segja þetta við þannig að ég ætla að vera, ég er að pæla að klæða mig úr skónum bregða mér líki lefi hérna og spyrja þig sko, er þetta ekki svolítil whites only stemning sem við erum að keyra á? Er ekki pínu svona, þú veist, ekki Sýrland, þú veist, er þetta ekki aðeins of stór biti til þess að kyngja út af því við vitum að það er menningamunur, við vitum að það er þyngra, það er enginn að fara þóra að segja þetta við þig og þig og Jón út af því að þá snúið þið þessu upp í eitthvað annað en mér langar að spyrja þig. Þú veist, er þetta ekki það? Við erum aðeins, við viljum ekki fá fólk, það eru nokkrir falafelstaðir, við viljum ekki vera að keyra á þessu of mikið, viljum við ekki bara fara Úkraínumenn sem að líta út eins og við, eru svona menningarlega eins og við, þeir eru guðsilof kristnir, spurningamerki. Nei, sko þetta Úkraínumál er þetta bara tengt þessu stríðu, þetta er svona Evrópusambandið ákveður þetta fyrir okkur alls saman sko. Og við erum bara hluti af því liði en sko það skiptir auðvitað máli fyrir Íslands samfélag hvort að við séum að fá mikið af fólki hinga inn sem er sko með gjörsamlega allt önnur lífsgildi heldur en við það getur skipt samfélagið máli og með hvaða sko viðhorf menn koma hérna inn, hvort það geti verið partur af íslensku samfélagið ekki og ef það kemur í mjög miklu mæli þá kynni þetta að vera erfiðar og menn hafa einhverja skoðanir á því menn hafa skoðanir á því að það væri betra að taka fram yfir flóttamenn hinga sem myndu passa inn í samfélagið og kannski önnur lönd sem passa fyrir aðra takju þá við þeim og svo framvegis. Þetta er bara svona einhver sjónarmið sem menn hafa, þetta snýst ekkert lit sko, það er svoleiðis, ég held að það sé bara spurningum munu menn geta verið sko hluti af íslensku samfélagi eða munu þið bara einangrast eins og höfum gerst við það
einangast og taka ekki þátt í því og hafa engan áhuga á að taka þátt í því sko. Þannig að þetta bara eilíf umræða og eilíf vandamál sko. En ég held að það tengist ekki þessu Úkraínumáli, ég held að það sé alveg sérstætt. Já. Sko, við þurfum eiginlega að fara að klára þessa umræðu og því að hinn eiginlega miklu meira spennandi. Já, mér finnst hún líka mjög skemmtilegri. Hérna, ég ætla að sleppa senni spurningunni. Þetta er léleg spurning. Já. Hún var með aðlögun, ég ætla að spyrja þér svona hversu mikið að kröfuð þið ætlið að hendi hérna. Þetta er mjög lélegt hjá þér. Það er hárétt. Hérna, forvirkar rannsóknarheimildir sem að ég held reyndar að þú og Jón séu, þetta er ekki að öllu leyti óskilt útlendingaumræðinni út af því að núna sér maður alveg á Facebook svona, þú veist, við svona þessa atburði sem er að eiga sér staða núna í dag þar sem að fólk er að segja bara, hefur við ekki bara senda það heim til sín en þetta eru náttúrulega ítalski menn, hann mætti halda að Sjálfstæðisflokkurinn hafi tekið þátt í því að loka ungt fólk inni í 2 ár og ekki haldið það að myndi hafa neina afleitar afleiðingar en sem betur fyrir gerist það ekki. Hérna, sko, þegar við vorum að ræða saman COVID-19, svo ég byrja bara þar, því ég held að þetta sé 100% byrjunin það sem við ættum að byrja út af því að ég held að það sem er búin að eiga sér staði núna undanfarin ár sé ekki búið að eiga sér staði tómarúmi. Það er að segja það að ungt fólk sé að hafa sér svo trúðar út allt samfélag er ekki óskilt því að við höfum lokað fólk inni bara með internetið og í rauninni útrýmt félagsmótun ungs fólks á þeim aldrei sem við erum að sjá. Thank you. Hérna, sko, þú hafði verið jafnmiklar áhyggjur af svona ofríki ríkisvaldsins þegar kom að COVID-19 og ég fyrir ekki svo lengu. Hver ert þú og hvað gerðirðu við alþingismanninn Brynjar Níelsson? Hann féll að þingi. Nei, sko, þú ert að tala þá forvirkar rannsóknarheimildir lögreglu, já, okay. Sem hefði nú verið flott í COVID-19 maður. Þær voru nú aldrei þá, held ég. Voru menn ekki hundeltir hérna út allt, sko, og lokaðir inni. Nei, sko, fyrsta lagi vil ég segja það að hérna að þessu frumvarpi sem nú er komið öll umræðir út af sem ég hef nú grunum að enginn sem vorum háir þessu umræðin hafi yfir höfuð lesið en allt í lagi, látum það liggja milli hluta er sáralítil breyting af því sem varðar aukin heimild lögreglu til eftirlits. Það er raunverulega bara verið að setja einn þátt, svo menn áttu sig á því, einn þátt inn í þetta sem sumir segja að sé kannski innifælinn í núgildandi lögum bara ekki með nógu skýrum afmörkuðum hætti. Það er að segja að hafa eftirlit og fylgjast með einstaklingum sem ekki eru grunaður ákveðið brot, heldur eru með tengsl við skipulega brottstarfsemi, það er að segja upplýsingar það og grunur það eða það sé einhver upplýsingar það að þeir geti verið líklegir til að fremja einhvers konar hryðjuverk. Það er nú ekki meira í þessu frumvarpi auknar rannsóknarheimildir eða eftirlit. Þannig að ég kalla þetta nú eiginlega ekki forvirkar rannsóknarheimildir, heldur þetta bara eftirlit eins og lögreglan gerir líka bara almennt á þess að beinist að sérstökum einstaklingum, bara eins og umferðareftirlit, eftirlit með netinu, hvað menn er að gera þar og svo framvegis sem er opið öllum. Það er bara þessi litli angi sem við metum þannig að ástandið í þessum tveimur þáttum og sérstaklega skipulega glæpastarfsemi hefur breyst svo mikið á undanförnum árum að við teljum það orðið verulega ógn við íslenskt samfélag. Það er bara þannig að við erum að vera útflutningsland í skipulega glæpastarfsemi af því að þeir finna það sem í því eru hvar veikustu varnirnar eru og við erum þar. Við ekki sagt ykkur það hérna öllum og það fer ekki lengra að erlend lögregluyfirvöld eru mjög þreytt á okkur. Þeir valla nenn að vera í samstarfi við okkur vegna þess að við höfum engar reglur þetta, við höfum ekki heimild til þess að fylgjast með þessu fólki, gefa upplýsingar út til erlendu yfirvaldana sem eru að gefa okkur upplýsingar
og þeir segja bara, heyrðu, þetta alþjóðlegt vandamál, þetta á milli landa, það tengist allt saman og þið eru alltaf fáiðin í sögunni. Hvar var þetta, þú veist, ég meina, þetta hefur nú varla gerst bara eitt fyrir bingo þegar Jón Gunnarsson tekur við. Hvar var þetta þegar Áslaug var dómsmálaráðherra? Já, ég meina, það búið að vara við þessu sko og segja frá þessu í skýrslum greiningar ríkislögreglustjóra að minnst frá 2019 og sennilega frá 2017. Og þetta búið að liggja fyrir og þetta búið að blasa svo við og þegar við komum í ráðandi og horfum á þetta, byrju, akkur ekki búið að gera neitt og þá bara menn metið það að það væri ekki nógu mikið pólitísku vilji til að taka á þessu. En við erum þrjóskari eldur en aðrir, við Jón, þannig að við ætlum ekki að vera hérna með ábyrgð á þessum málaflokki í höndunum og gera ekki neitt og sitja bara með hendur í skauti. Voru þið settir í þetta, eða það er að segja Jón Gunnarsson og hann er ekki alveg víst, var Jón Gunnarsson settur í þetta hlutverk til þess að Áslaug myndi ekki þurfa að taka þetta á kassan? Ég meina, þetta er ekki ósækjað spurning. Nei, ég bara get ekki svarað. Þetta er leiðilegt mál, en það er ekki frábært að þurfa að mæta til Kristján Kristjánssonar og hérna, heyrðu, já, ég bara vil helst að við fáum að fylgjast með borgarunum. Jú, það er ekki verið að fylgjast með borgarunum, það er bara að fylgjast með alveg sérstökum aðeins sem grunur eða upplýsingar að standi í þessu. Það er ekki að fylgjast með okkur, hefur engin áhuga okkur, sko. Þú þarft að vera með heilsinsjakkan á þér eða eitthvað, svo menn fari í þetta, sko. Eða einhverjar upplýsingar það, eins og þetta oftast frá erlendum lögregluyfirvöldum það. Og í frumvarpinu bara gert ráð fyrir því að ákvarðanir svona eftirlit séu alltaf teknar af lögreglustjórunum og það þarf að tilkynna það sérstaklega eftirlitsnefnd þegar slíkur eftirlit er lokið. Þannig að það er verið að auka eftirlitið í leið sem var löngu tíðanbært, alveg bursið frá því hvort við vorum að auka heimildir lögreglu. Það er nauðsynlegt að auka eftirlitið með þessu, þannig að menn freistist ekki til að ganga lengra. En við erum að reyna að tryggja þetta með því að lögreglustjórnir komið að þessu, ríkissaksóknari komið að þessu, sjálfstæð eftirlitsnefndin og svo alltaf ráðherra hér sem segir, hvað er að gerast? Þetta er hins vegar mjög mikilvægt. Að við getum ekki bara hort á vitandi og með gögnum það að þessir menn séu í slíku starfsemi og við teljum þá ekki vera hér í einhverju sólandaferð að geta fyrst með þeim. Þetta er bara, allt þetta fárviður er út af þessu, sko. Og ég veist að sko, við erum alltaf að samþykkja ykkur lög á grundvelli almannahagsmuna og þá takmarka friðhelgi einkalífsins endalaust á þingi og sem mér finnst miklu ómerkilega en þetta. En leið og við ætlum að gefa lögreglunni einhverja kosti á því að reyna að gæta öryggis okkar, þá verður alltaf allt vitlaust. Þetta er mjög sérstakt samfélag sem við lifum í. Brynjar, við höfum rætt Orwell oftar en tvisvar. Já. Há nú ekki stemmingin á þegar oftast hefur við ræðum þetta. Nei, þetta er ekkit Orwell. Sjálfsög er þetta Orwell, þetta er skref í áttinu að Orwell, þú lítur að sjá það. Nei. Langar þig í alvörunni talað að vera með dómsmálaráðuneyti þar sem að Gunnar Smári Egilsson er með þessar heimildir til þess að fylgjast með hryðjuverkamönnum. Menna, það er bara sitt sínis hverjum í þessum málum, þú lítur að sjá það, þú getur ekki sagt bara já. Nei, sko, ef þjóðin kýs Gunnar Smári þetta, þá verður hann bara að sitja upp með það, sko. Nei, ég er bara að segja, við erum hér með risastóra almannahagsmuni, við erfiðar aðstæður, við erfitt ástand og við teljum hérna að þetta sé það mikil ógn við borgarana og við Íslands samfélag. Þessi skipulega glæpastarfsemi, þetta snýst ekki bara fíkniefni, þetta snýst allt peninga. Þetta eru í bótasvikum, tryggingarsvikum og svo framvegis, þetta grefur undan samfélaginu jafnt og þétt, smátt og smátt. Og ég segi bara, ef það er ekki almannahagsmunir og að lögreglan geti sinnt þessari svona kjarnastarfsemi sinni að passa okkur, gæta öryggis okkar, koma í veg fyrir brot, alveg eins og hún gerir bara þegar hún stoppar þig á bílunum alltaf reglulega, því þú ert alltaf undir að keyra undir áhrifum. Það er bara þegar þú ert að keyra, sko. Þannig að þetta er auðvitað bara þannig. Ég meina, hvað finnst ykkur það þegar lögreglan bara stoppaði og lætur þið blása? Já, það er fokking óþolandi, ég skal alveg viðurkenna það. Og ég segi alltaf við að þau stoppa mig, er ég grunaður aðkvæmdur áhrifum? Nei, þetta er bara almennt eftirlit. Þarna finnst mér ekki gengið lengra heldur við þessu, vegna það er engin ástæða að ætla það að ég hafi verið aðkvæmdur undir áhrifum, sko. Engin, það er ekki einu sinni einhver sem sagði frá því að ég var að keyra undir áhrifum, það er ekki grunur.
en í þessu málu þarf þó að vera einhverja upplýsingar og grunur svo þeir fylgist með. Þess vegna finnst mér þetta svo lítið mál með alla umræðuna sem eru orðið þetta. Mér segir mínum eigin flokki sko. Ég skammaður í mínum eigin flokki og Jón náttúrulega enn meira. En svo þegar menn aðeins fara yfir þetta og skoða þetta og sjá hvað þetta er kannski lítil breyting, þá finnst mér einhvern veginn samt skrítið að umræðan er ennþá á þessu stað að hér sé bara komin einhver sko lögregluríki og menn geti bara fylgst með hverju sem er og... Þetta er skrifin í áttin að því, það er eina sem fólk er að segja. Nei, fólk er ekki að segja það. Okay, ég er að fólk segja fullyrti það að lögregla gæti bara hér fylgst með mér og þér. Það er ekki þannig. Og það eru svo varnaglar í þessu, þetta þarf að taka þessa ákvarðin og það þarf að tilkynna mönnum, þetta er hægt og svo framvegis og svo er bara sjálfstæði eftir þess að fylgist með þessu. Þannig að ég held að þetta verði ekki betra, mér finnst þetta bara snilda frumvarp. Og ég mun fylgja sérstaklega með þér, Þórarinn. Það er full ástæða til. Sko, já. Ég verð að segja alveg svo þér. Þú getur ekki snúið út úr þessu. Víst alltaf ekki það. Sko, ég ætla ekki að snúið út úr þessu. Það er bara, þetta naglan á höfuði. Sko, málið er það að það getur vel verið að þið sjáuð eitthvað núna í hendi ykkar með við atburði undanfarna daga, ég meina við vorum byrjað á þessu löngáður allir atburður urðu. Nei, já, ok, en þið sjáuð hvað er þetta 5. skipti sem þið farið fram þetta frumvarp, þannig að þið sjáuð núna í hendi ykkar, já, ok, við erum búin að gera hennu upptakar, 3 víta byssur, það er að molotov kokteilar að fara inn í fjölbýlishús, núna neglum við þetta, núna náum við þessu inn. Nei, þú getur ekki ég veit ekki alveg af hverju. Þú getur ekki boðið upp á þetta. Þetta frumvarp var með sér að byrja á áður en Jón kom í ráðuneytið og ég. Já, en ég er að segja, þeir eru að nota stemninguna. Nei, við erum ekki að nota neina stemningu. Við bara lögum fram þetta frumvarp, lögum þetta, síðan bara gerast þessi atburðir og svo bara að við séum eitthvað þeir að nota þetta. Við notum ekki neitt. Við erum bara með eitthvað frumvarp og bara býðum þetta að það vera angreitt sko. Umræðan er bara einhvers staðar út í feltinu og við erum alltaf einhvers sem bara, við séum bara að reyna að ráðast inn á heimir og setja myndavélar í hvert svefnherbyggi og þetta er svo undarleg umræða sem er náttúrulega leitt af Pírötum og einhverju svona fólki sem heldur það að sko að lögregla hafi eitthvað sérstakann áhuga á því. Það hefur engan áhuga á því. Og þetta er bara hluti af þessu og bara í samanburði við önnur lönd allar menn að halda þetta sé bara eitthvað orðveldæmi í öllum öðru löndum. Ef þið vissu það hvaða heimildir leyniþjónustur og öryggisdeildir í öðru löndum hafa með okkur, þá myndum við bara hlæja þessu. Það er gífurlegt, en það er strangt kerfi í kringu það. Strangt eftirlit með því til að tryggja þetta friðhelgi einkalífsins eins og kostur er. En menn segja einfaldlega bara, almannahagsmunir eru svo miklir þegar við erum að glíma við sko raunverulega skipulögu jafnvel hryðjuverkasamtök. Alvöru skipulög glæpastarfsemi, þá bara eru hagsmunir slíkir að þetta litla tós á friðhelgi einkalífsins er bara svo lítilvægt í samanburði. Þannig er þetta bara Þórarinn og ég mun fylgjast með þér. Sko, en þú hlýtur að sjá það að þetta er skref í áttina að svona kínversku kreditsystemi. Ég er ekki að segja eitthvað að þið ætlið eitthvað að gera eitthvað en sko það bara er óumflýjanlegt að horfa á atburði nútímans og ég er ekki að segja eitthvað að þið hafið plantað. Ég er að segja að stemningin í samfélaginu er þannig að það er auðvelt að keyra inn heimildir lögreglu sem að við munum koma til með að horfa á í baksýnisspegilinn og segja fuck, af hverju gerðum við þetta? Já. Og Margrét Valdimar, sem ég hef nú nokkur sem rætt við, sagði nákvæmlega þetta bæði vopnavæðingu lögreglunar og nákvæmlega forvirkar rannsóknarheimildir. Hún sagði, heimskulegustu ákvarðanirnar eru alltaf teknar þegar það er upplausn í samfélaginu. Og þú getur ekki bara sagt það, það er allir hálfvitar sem að segja það er hins vegar alveg rétt, allar heimskulegustu ákvarðanir teknar þegar eitthvað slæmt ástandi. Ef þú ekki bara draga andan og færa þetta frumvarp Nei, þetta frumvarp bara hafði ekkert með það að gera, þetta ástand sko. Við erum bara að segja til þess að geta verið þessu alþjóðlega samstarfi, til þess að geta yfirhöfðu glímt við þessa miklu ógn sem er á þessu, þá þarf þessar litlu auknu heimildir sem menn alltaf teikna upp að þessi alveg sko, einhvern risaskref og árás á friðhelgi einkalífsins.
það það ekki. Fyrir einhvern, fyrir glæpamennina. Já, mér erum við að hugsa friðhelgi glæpasnúðana? Nei, við erum frumverkefni og frumskylda lögreglu að gæta öryggis þessar þjóðar hér og borgarna sem hérna búa og við horfum bara ekki á alla glæpasnúðanir, skipulega glæpasnúðanir valsa bara hér að því enginn getur fylgst með þeim. Við vitum að þeir eru brotum, sko. Við vitum það. En að því við getum ekki fylgst með því, þá getum við ekki komið í veg fyrir þau eða upplýst þau. Og þetta ekkert flóknar en það. Menn ekkert bara að mála þetta svo sterkum litum að það sé bara einhver sérstök aðför. Ég hins vegar ekkert að gera lítið úr því. Alltaf þegar við erum að taka á svona ákvörðun þá þurfum við erum alltaf með þessar vogaskála hér, almannahagsmunina og svo síðan friðhelgi einkalífs og persónuvernd. Og við erum alltaf að passa að það halli ekki of mikið, en að fara að líkja þessu saman við einhvern Kína eða eitthvað svona, það finnst mér algjörlega fráleitt. Þá væru öll Vesturlönd sko löngu komið þangað. Og það bara þannig, Þórarinn, að þegar við erum í þessu alþjóðlega samstarfi og fá þessu upplýsingar milli landa, að þá bara þurfum við að geta haft þetta eftirlit. Annars munum menn bara ekki tala við okkur. Hver mun verða að breyta í þessu? Ég næði þessi ekki alveg. Heldur öllum svo ég droppuna einni sprengja á þig fyrir intro hérna. Heldurðu að þessar forvirku rannsóknarheimildir hefðu öllum geta komið í veg fyrir þá atburði sem búin að gerast í dag og öllum eins og stungaárásina á bankastræti Club? Nei, ég ekki viss það. En það það sko tæplega þessi hluta af þessu vandamál sem ég að tala þetta svona einhvern gengja vandrað manna sem eru bara að glíma við einhvern vanda. Það ekki það sem við erum að hugsa sko. Við erum að hugsa miklu stærri mál. Við erum að hugsa svolítið innviði samfélagsins. Vegna þessi skipulega glæpastarfsemi sko, bara það að við séum að borga svona iðgjölda bifreiðum hluti af því að það stór þáttur í skipulega glæpastarfsemi, tryggingasvik. Það eitt. Ertu að segja með það að við sem borga hærri bifreiðagjöld út af skipulagðri glæpastarfsemi? Nei, tryggingagjöld. Já, tryggingagjöld. Já, ég meina þar þrífst bara mjög mikið skipulega glæpastarfsemi sko. Skipulega glæpastarfsemi í þjófnuðum það kostar samfélag ótrúlega mikið og þetta eru stórir hópar vel skipulagðir. Við finnum þetta ekki fyrir þessu dagstaglega en svo bara sko grefur þetta jafnt og þétt undan samfélaginu svo allt í einu erum við komin í óefni. Þetta líka þekkt í sögunni. Meina, hvernig voru menn að glíma við þetta fyrir 100 árum í Bandaríkjunum? Það var ekkit grín, mikið barátta. Það var ekkit friðhelgi einkalífs í þeim bransan sko. En við erum samt að reyna að fara eins varlega og við getum, ná samt árangri, en ganga ekki langt af friðhelgi og persónuverndarsjónarmið í þessu. Og ég tel þetta frumvarp ná því. En það hefur aldrei nást að fara fram einhver umræðum það því að menn byrja bara að hrópa strax á þess að hafa öllum að séð frumvarpið. Já, Jón Gunnarsson ætlar bara að leyfa löggunni að fylgjast með hverju okkar hérna bara inn í heimilum okkar sko. Þannig var umræðan. Menn héldu þessu bara, stjórnmálamenn, fjölmiðlamenn héldu þessu bara fram eins og ekkert væri. En málið bara ekki þannig. En fínt að taka alltaf umræðana. Erum við að ganga of langt? Við erum alltaf að taka þá umræðu. Erum við að ganga of langt á friðhelgi einkalífsins í eftirliti lögreglu? Já, mörgum finnst það. En ok, þá það bara sjónarmið, alveg bara valið sjónarmið, margir sjálfstæðismenn með þessu sjónarmið. Einhver meirihluti verði þessu, þá kemur bara ljós hvað frumvarpið, hvað mikið fylgir við þetta frumvarp. Viljum við hafa bara óbreytt ástand og vona það besta eða gera eitthvað í þessu? Það spurning. Heyrðu, ég var búinn að lofa að það eru spurningar á sal, hann að DJ Börka, þú kannski plugga mækin og ef þið eru með einhverja spurningar þá megið þið bara Danni, þú varst fyrstur og bara hoppa á mæknum og spyrja það sem að þér dettur í hug. Já, okay. Já. Telur þú, Brynjar, að lögreglan á Íslandi sem auðkeypt sé nógu góð til þess að sinna svona rannsóknarheimildum?
Takk. Já. Ég get sagt ykkur það. Þá er ég að tala um nokkuð þekktan glæpamann. Já. Veit að flesti hver hann er. Og lögreglan líka. Já. Ég get bara svarað þessu þannig að ég er auðvitað búin að vera þannig séð bara góðkunningi lögreglunar alveg frá því ég hóf störf. Og ég get sagt ykkur það að ég ber miklu meira traust til lögreglunar í dag og starfa hennar heldur ég gerði fyrir 30 árum síðan og 20 árum síðan. Mér finnst þetta miklu faglegri vinnubrögð. Þeir eru betur menntaðir, þeir eru bara öflugri og þeir hafa miklu meiri skilning á þessum sjónarmiðum sem við erum að tala um hér, eins og að gangi ekki of lágt og svo framvegis. Þó við getum alltaf fundið örugglega einhver svona krítísk atriði í þessu, í einhverjum einstökum málum á vel vera, en almennt séð þá tel ég hann að vera miklu betri, miklu passasamari og eins og við vitum þá er vald alltaf rosalega vand með farið. Það er náttúrulega komin þessi eftirlitsnefnd og ef menn alltaf fara að ganga eitthvað lengra heldur en heimilt er samkvæmt lögum, þá er bara viðkomandi lögreglustjóri bara í skítamálum Þannig að þetta er miklu erfiðara, það er miklu meira aðhald að lögreglunni í dag heldur en var fyrir þegar ég byrjaði. Þessi menn bara gerðu hvað sem náðast syndust við rannsóknmála. Ég segi ekki hvað sem er kannski gengur miklu lengra. Menn geymdi hér í gæsluvarðhaldi bara endalaust því að það vantaði einhvern veginn játninguna eða eitthvað. Þetta var bara öðruvísi. En þetta er miklu faglegri í dag, miklu meira aðhald frá lögreglustjórunum sjálfum, frá ríkissaksóknara, frá ráðuneytinu og svo kemur þessi sjálfstæða eftirlitsnefnd sem er nú ekki gamalt fyrirbæri. Þannig að í mínum huga er þetta gjör breytt. En vissulega er það þannig að lögreglan er auðvitað alltaf einhverju samskiptum við þá sem eru í undirheimum eða eitthvað svona til að fá upplýsingar eitthvað. Þetta er allt vand með farið. Þetta er ekkert einfalt. En almennt sé get ég svarað því, já, ég ber miklu meira traust til lögreglu í dag heldur ég gerði áður. Akkurat. Herru, við ætlum að taka svona 4 mínútna pásu og svo komum við aftur og þar er ég með spurningu í follow-up þessu en svo vil ég fá fleiri spurningur á sal. Þannig að þið með fylla á, ég sé að Brynjar verða tómur, þannig að hann ætlar að fá sér annan og svo komum við aftur eftir það byrja 4-5 mínútur. Já, Brynjar, ef við halda áfram. Þú talar um það að þú hefur ekki treyst lögreglunni mikið eins og akkurat í daginn í dag. Já. Og ég kem að þessu öðru, ég hef æft með lögreglumönnum og þjálfað aðeins lögreglumenn í hnefaleikum og ég er alveg sammálaður. Ég ber miklu, eða þú veist, ef ég ætti að velja á milli tveggja, þá vil ég miklu frekar vera í svona liði með lögreglumönnunum. Aftur á móti, þá segir að það sé það mikið aðhald og það mikið gott kerfi og allt frábært. Ég segi ekki allt frábært, þetta er miklu betra. Nei, leiðum að klára spurninguna. Já. Það var nú bara ekki nema í gær sem við sáum það að lögreglan fór að dreifa stunguárás á Bankastræti Club títt nefndum og það sást að þetta kom frá lögreglunni og þetta er sama fólkið og ætlar að krefjast þess að ég treysta þeim með forvirkar rannsóknarheimildir þegar þeim sýnist. Þóran, þú kaust fólk sem dreifir trúnaðarskjölum á þinginu Nei, ég meina en í störfum hennar ég er bara að segja það ég er mjög fúll yfir öllu svona trúnaðarbresti þegar menn eiga að halda trúnað en geta ekki gert það mér sýnist fáir stjórnmálamenn geta gert það til dæmis. Það er mjög slæmt en í störfum þar sem snýra okkur borgarunum er ég algjörlega sannfærður það að lögreglan hefur tekið sig mjög mikið á
þeir eru skynjað alltaf betur og betur hvað þetta vald er vandmeðfarið, þetta er viðkvæmt og menn þurfa alltaf að passa sig. En þið skulle ekki halda að það verður ekki einhver tíma að gera einhver mistök og einhver fyrir fram úr sér. Það verður hjá lögreglunni svo alls þar annars þar, stjórnmálum eða hvað sem er. Ég er bara að segja það almennt er þetta í mínum huga miklu betra en það verður örugglega aldrei heldur fullkomið. Akkurat, mér sýnist Andrés Magnússon vera með spurningu. Já, ég ætla nú bara að byrjaði að þakka hérna fyrir þennan atburð hérna. Þetta er búið að vera mjög skemmtilegt og mjög sniðugt að taka hlaðvarpið svona lifandi. Takk aðeinslega. En ég ætla aðeins að halda áfram á sama stað. Það er þetta með eftirlitið og tilsjón með lögreglunni og það reyndar ánáttúrulega við á fleiri sviðum. Við Íslendingar erum með ýmsar eftirlitsstofnanir sem að hafa nú bara reynst vera svona og svona og ég meina við sjáum það einmitt þessi skýrsla frá Ríkisendurskoðun sem reynist vera lítilega gölluð og síðan stjórnskipun og eftirlitsnefnd sem þinni tekur að hún heldur ekki trúnað og þetta er allt í einhverju rugli. En við þekkjum það líka einmitt með þessari sjálfstæðu eftirlitsnefnd með störfum lögreglu. Lögreglan hefur ekkert reynst neitt mjög samvinnu því. Hérna dróa eftir sér lappirna með að skila gögnum, var búin að klippa til hljóðrásir á upptökum, fann ekki upptökur úr myndavélum og svo framvegis. Þannig að það er nú ýmislegt sem bendir til þess að þar sé pottur brotin og ég skil vel að lögregluþjónum líði einhvern veginn illa ef eitthvað fer úrskeiðis. En það er nákvæmlega það sem á ekki að gerast og það er nákvæmlega það sem við höfum eða setjum slíkar eftirlitsnefndir til þess að gera. En þær virðast ekki heldur hafa neitt afl til þess að gera neitt í því. Þannig að hvernig hefur að treysta því að það virki í þessu samhengi? Já, þú getur ekki að treysta því alltaf. Nei, ég er alveg saman og þess vegna er það hluti að þessu frumvarpi núna er að efla þessa nefnd og það sé bara raunverulega alvöru starf og settar ákveðna reglur það hvernig þetta er gert eins og til dæmis það að lögreglan þarf að tilkynna allt saman þetta eftirlit sem við hafa það er bara pósitt ákvæðu það að það verða að tilkynna sko. Það eru nýmæli og þetta er mikilvægt og löngu tíðanbært í raun og veru bursið frá þessum auknu heimildum og ég hef alltaf verið þeirra skoðun að gera þetta þá bara alvöru eftirliti vegna þess og akkur ég er ekki mikill eftirlitsmaður almennt sko en vegna þess að þetta er svo mikið og vandmeðfarið vald sem lögreglan hefur. Hún hefur valdbeitingarheimildir, hún hefur allt miklu meira heldur en aðrar stofnanir og þess vegna er enn mikilvægara að það eftirlit sé traustara og það er reynt að byggja undir þessu frumvarpi sem var löngu tíðanbært Andrés, fyrir löngu síðan, ég er alveg sammálaður því en við getum ekki tryggt allt en við erum að reyna það með því að gera þetta líka beintengja þetta lögreglustjórunum þeir þurfa að taka ákvörðun þetta þannig að ábyrgðin sé klárlega þeirra ef eitthvað er farið misfert þannig að vera að skerpa ábyrgðinni sem hefur líka verið vandamál. En þarf það ekki að koma undan, svo ég flá nú að fleyta þessari spurningu, þarf það ekki að koma langt á undan að við förum að íhuga einhvers konar forvirkar rannsóknarheimildir, ætlum við bara, já, við ætlum að hoppa út af því að, þú segi, og ég nefndi nú í upphafi, þetta er allt svo handahófskennt hjá ykkur, það er eins og að virðist bara vera að þið bara hoppið, já, heyrðu, núna er allt í volli og þá ætlum við að gera þetta inn. Ég veit að þú er búin að neita þessu, en það er svona... Þetta er ekki handahófskennt, þetta er þaulhugsað, algjörlega þaulhugsað og algjörlega passa að fara ekki lengra heldur nauðsynlegt er og tryggja betra eftirlit sem var nauðsynlegt bursið frá því. Mér finnst þetta bara óbúslega flott, ég er bara að vera stoltar að þessu því við tölum lengur um þetta. Mér finnst ég bara nánast að við ráðum sem bara svo snillingar sko. Með að við hvernig lögreglan var í COVID, myndir þú treysta henni fyrir þessari valdi ef það kemur önnur vera? Nei, já ég meina hún er bara að framfylgja lögum í því, við getum verið ósátt við lögin eins og við erum oft við erum alltaf ósátt við valdbeitingu en stundum verða lögin ekki framkvæmt nema með valdbeitingu og þið sjáu þetta til dæmis í útlingamálunum þegar fólk er ólöglega í landinu búið að kveða búskurina ákveður samt að fara ekki að lögum og svo þegar það kemur að valdbeitingunni þá er hún orðið vandamáli sko. Valdbeiting verður aldrei falleg sérstaklega ekki á setjastum móti. Það er önnur spurning úr sal sem við ætlum að fá inn núna. Já, takk fyrir þetta. Þú talar þetta sé voðalega vel skilgreint og
innrammað, en það talaði grun eða upplýsingar. Hvernig skilgreinir grun hvenær komin grunur? Það nóg að þú bara svona finnir einhverja lykt eða hvernig tryggið þið það að sé einhver forsenda fyrir því að þessi grunur sé raunverulegur, ekki bara eins og þegar Þórhildur Sunna hafði rökstuddan grunum eitthvað sem var illa rökstudd? Já, ef þú finnur lykt af fíkniefnum þá það rökstuddur grunur. Þetta ekki kannabislykt af Pírötum, þetta eitthvað meira. Nei, já sko, rökstuddur grunur, sko, þetta auðvitað praktískt vandamál alltaf, sko. Það auðvitað bara þannig að það liggja þá fyrir einhvers konar upplýsingar það að menn séu að skipuleggja eða undirbúa einhvers konar brot. Þeir hafa tengsl sín á milli sem gefur þetta í kynna að það gæti eitthvað gert. En við erum ekki komni með broti, sko. Þetta ekki eins og í sakamálalögum þegar þú ert að rannsaka ákveðið brot og það grunur að þú hafir komið að því broti. Hérna verður að ganga lengra eins og ég sagði áðan og segja bara, það samt einhver gögn, það eru einhver tengsl, það eru einhverja upplýsingar. Menn geta fundist þær kannski tiltölulega ómerkilegar. Og ef menn alltaf fara fram úr sér í því, sko, þetta náttúrulega maskkennt alltaf einhverju leyti, en ef menn alltaf fram úr sér, þá kemur þessi eftir þessum segja, það þarf meira en þetta, sko. Það getur verið eitt þáttur í hennar eftirliti. Þetta ekki nægjanlegt sem við erum að gera hérna núna. Þetta ekki nægjanlegar upplýsingar eða grunur til þess að fara í þetta eftirlit. En Brynjar, þið getið ekki farið að reka löggæslu lýðveldis eins og Reynir Trausta rekur mannlíf. Heyrst hefur að einhver gerði eitthvað mögulega og það alveg rétt. En það það sem þú voru að segja núna. Nei, það sem segir í svo gert ráð fyrir að lesa í greinargerðina, það þarf að vera einhverjar traustar upplýsingar eða einhver gögn það að við komum til að hafa þessa tengingu. Svo verður auðvitað bara þannig. Það var þetta bara heyrst hefur, Helga Vala í fílu, það það sem ég sá áðan til með mannlíf.is og þetta bara að segja heyrst hefur að einhver hérna á það eitthvað að gera eitthvað mjög skrítið og þetta auðvitað maskkennt, sko, veist, hvernig upplýsuðu brot? Það einhverju lætur vita einhverju sem kallar á eitthvað eftirlit og einhverju skoðun, þannig gerist þetta. En ég meina síðan leynast ekki allar upplýsingar á röku reistar, þá hætta menn eftirlitinu. Þannig gerist það. Ef við gerum það ekki þannig, þá upplýsum við ekki eitt neitt, sko. Við verðum að átta okkur á hvernig veruleiki í þessu. En það ekki bara að menn segja, já, veist, þeir get ekki bara sagt, heist hefur á Þórarins í einhverju tengslu við hennar hóp. Hvað eru gögnin það? Hvaða áraðlegi maður var það? Var það Brynjar Níelsson sem sagði það? Það kemur ekki óvart í dag. Já, ég meina, ég læt bara að fylgjast með þér. Þú ert bara þannig með Þórarinn, ég treysti ekki lengur. Nei, veist, en auðvitað koma alltaf einhver marka tilvík og þá geta menn svona svolítið lært að reynspinni því. Ég get alveg lofa að þetta verður ekki fullkomið og ef þú ætlar að fara að lifa í fullkomnu samfélagi með fullkomna lögreglu þá ert þú í miklum drauma heimi og þá getur þú farið í Píratana. Það allavega gott að vera vinniðin í dag. Já, við erum með spurningu sal. Í dag á tímum samfélagsmiðla þá þegar við innstölum appinu og viljum byrja að nota þá gefum við frá okkur vissar upplýsingar gegn því að nota appið. Myndi ykkur finnast það ásættanlegt að lögregla hefði aðgang að þeim upplýsingum? Og geggjuð spurning. Og þessi tækni, svo ég fá bæta við, þessi tækni verður líka alltaf betri og betri. Hversu langt má lögreglan ganga í þessum efnum? Og nákvæmlega eins og hann að segja, þú veist, megið þið nota samfélagsmiðla, þú veist, eða lögreglan? Já, bara sem almenningur hefur aðgangað, sko. Eins og segir bara í frumvarpinu, sko. Ekki annan. Það hluta þessari almennu eftirlits sem við gera í dag, sko. Þau bara fylgjast með netinu. Hvað það að fara að gera einhverja, þú veist, snæja 01 svona einhverja eins og perraðagangana á Snapchat? Ég kann það ekki nákvæmlega, en menn þetta bara að fylgjast með því hvað gerist á netinu sem opin almenningi. En þá þeir ekki að fylgjast með ákveðnum aðilum í sjálfs, það ekki eftirlit með ákveðnum einstaklingum. Heldur bara þetta almenn eftirlit
og það aðeins svona skilgreint betur í þessu og afmarka betur hvernig það gert og í hverju eftirlit getur falist. Það í frumvarpinu núna, það bara farið yfir það. Já, ég kalla þetta bara, veist, þeir bara fylgjast með því sem opið, ef þeir tilefni til einhvers að skoða, eitthvað gefið tilefni til þess, þeir bara fylgjast með og ef þeir telja það til dæmis að einhver sé að selja vopn á netinu, þá bara grípa þeir inn í, en þeir eru ekki að fylgjast með ákveðnum einstaklingum í sjálfum sér, sko. En þetta er bara þannig að núna í frumvarpinu er verið að afmarka þetta og skýra þetta eftir betur, hvað felst í því og hvað mega er gera í því. Já, takk fyrir að koma Brynjar, gaman að heyra ykkur spjalla. Nú sagði ráðuneyti Jóns Gunnarssonar skipulagðri glæpastarfsemi stríð á hendur fyrir í vikunni og mér langar að tala við svona að ég leyfi mér að segja frjálshyggjumaður til annars. Ekki besta leiðin til að sporna gegn skipulagðri glæpastarfsemi að löglega fíkniefni þar sem að sala fíkniefna nemur að minnsta kosti 90% að hagnaði og býr til grundvöll fyrir skipulagða glæpastarfsemi? Já. Fullorðið fólk ekki að hafa rétt yfir eigin meðvitund. Og eigin líkama. Já, þetta er mjög frjálshyggjulegt. Ég skal bara minna á það, ég held ég að skrifa grein fyrir 30 ára síðan þegar ég var lögmaður. Það sem ég taldi að menn ætti bara að bera ábyrgð á sinni eigin neyslu og samfélagið þýtti að refsaði fyrir það. Það var bara hort á mig svo ég væri geðveikjamaðurinn í sögunni, sko. En menn með ekki halda það að þó að við myndum gera það sem ég teldi ekkert óeðlilegt í sjálfu sér og finnst alveg rökrétt að segja bara, heyrðu, þú ber bara ábyrgð á þinni eigin heilsu og ef þú vilt vera í oxokontin eða einhverju fíkniefnum eða hvað það er, að þá ætla ég ekki að búa til eitthvað jarðveg fyrir skipulagða glæpastarfsemi og segja bara, heyrðu, þetta bara er akkurat í apótekum eða eitthvað slíku, en einhverja reglu verða það samt, sko. En oxycontin er keypt í apótekum? Já, en þú þarft að fá lyfseðil. Já. Nei, ég er bara að segja það að, sko, það myndi örugglega, sko, taka þann þátt úr skipulagðri glæpastarfsemi og svolítið þá peninga á því. En menn skulle ekki halda það að þeir sem það snýst allt peninga, þeir sem ætla að vera í ólöglegri starfsemi og geti ekki auðgast nema í ólöglegri starfsemi, þeir finna eitthvað annað, sko. En má ég spyrja, eina fýsilega lausnin við þurfum ekki frumvarpið forvirkar rannsóknarheimildir ef að þessi glæpastarfsemi hefur ekki þann grundvöll sem hún hefur í dag sökum bans ríkisins á fíkniefnum og þar með bans fullorðins fólks að hafa vald yfir eigin meðvitund. Já. Nei, ég get bara alveg sagt til það að menn finna aðra leiði til að aukast, sko, með ólögmætum hætti. Þeir missa þannan, þetta er svo að missa eina hilluvöruna, sko. Menn finna annað, sko. Menn í mannsali, menn í þjófnuðum, menn í alls konar skipulögu svikum, þetta er allt meira og meira fjársvik. Vændi nú vinsaldana? Vændi? Já, vændi er þetta bara business og maður segir bara, akkur er verið að banna það? Hver fann það upp? Þetta er bara fullráða einstaklingar að stunda kynlífsviðskipti. Hvað varðar okkur það? Og hérna svo alltaf tala fíkniefni sem ég veist þetta miklu skaðlegra heldur en ástarleikir. En þetta er auðvitað, ég er bara að segja það að skipulagða glæpastarfsemi, stór partur af því eru fíkniefnin. Það er bara auðveldast, það er bara mest í markaðurinn og svo framvegis. En verði vissir það, við getum alveg sagt ykkur það, að þó myndum segja, ok, heyrðu, við bara löglega þetta, mann getur bara keypt þetta eins og aðra vöru, að þá kemur einhver stað nýr markaður fyrir skipulagða glæpastarfsemi til að aukast. Akkurat. Þannig að við þurfum alltaf að glíma við það þó við tökum fíkniefnin út, sko. Það kemur alltaf eitthvað í staðinn? Kemur alltaf eitthvað í staðinn. Tóti, hvað kostar margar spurningar? Ég get haldið áfram, Brynjar, hvað segir þú? Ég er ekki tímabundinn. Við verðum henni í allt kvöld. Halló, já, góð kvöldið. Heyrðu, ég vil byrja að hrósa þér Þórarinn fyrir þetta frábæra live hlaðvarp. Þetta er stór skemmtilegt. Hvernig er þessi mæk svona lágur, Birkir? Ert þú ekki herri en ég?
Herðu, hérna, það er varðandi, já, rannsóknarheimildirnar og lögregluna. Ef við tökum lögregluna eins út fyrir sviga, nú er lögreglan ítrekka bent á að hennar vandamál snúi kannski meira kjaramálum og endurnýjun, nýliðun í lögreglunni, til dæmis eftir, hérna, menn tók upp háskólanámi og allt það og þess vegna kemur þetta kannski spánst fyrir sjónir, sko, er þetta það sem lögreglan þarf núna og nýtur lögreglan í raun nægilegs trausts eins og staðan er núna, tala nú ekki þegar að kannski ástæðan fyrir að vera með þessu öllu saman er kannski frekar en ákvörðun í málaflokknum að vísa ákveðnum flóttamönnum út, heldur meira kannski hvers eðlis aðferðafræðin var. Hjólastólar harka við aðferðina. Nýtur lögreglan almennt nægilegs traust til að hljóta þessar heimildir þegar lögreglustjórar eiga skyldmenni sem að virðast fá sérmeðferðir og allt þetta, sko. Sérstaklega þegar lögreglan sjálf kannski hefur ekkert kallað endilega eftir, heldur miklu frekar eftir auknu fjármagni. Er það bara dæmigerð hagsmunabarátta stéttarfélags eða er þetta það sem þarf? Sko, þetta er ekki gert fyrir lögregluna, sko, þetta er gert fyrir borgarana, sko. Það er það sem ég er að hugsa. Ég er að hugsa samfélagið. Ég er ekki að hugsa lögreglumennin eða lögreglan sem slíka. Vissulega hefur að mínu viti sko lögreglan verið svolítið eða svona réttarvörslu kerfi allt í heilsin. Þetta er svona færiband, þetta er lögregla, þetta er rannsóknmála, þetta er ákæra, dómar og afplánun. Við höfum ekki sýnt þessu nógu mikið skilning og mikið af þess að þetta gangi hratt og örugglega fyrir sig, þetta njóti traust, þannig að menn finni það að þetta er skilvirkt kerfi og réttlátt eins og hægt er að hafa það, en þetta er samt alltaf svo erfitt og við lögðum bara áherslu leið og við komum í ráðuneyti eða Jón réttar að sagt, áherslu á það bara leið hefur byrju, hvernig gerum við þetta kerfi betra, skilvirkara. Við erum búin að fara í skipulagsbreytingar með lögregluna aukið samstarf, nýta mannafla betur, gera þetta skilvirkara. Við erum búin að leggjast á fjárveitingavaldi núna aukna fjármuni, því að þetta er svona, í mínum huga innviðana, sko. Þetta verður við lagi svo við séum í sæmilegu samfélagi. Ef þetta er ekki lagi þá skapar það mikið vesen fyrir okkur sem samfélag og við höfum lagt áherslu að bæta í námið, í lögreglunámið, auka samvinnu milli embættanna, þetta eru sko mörg embætti, margir lögreglustjórar, til að nýta alla mannaflan, gera þetta skilvirkara og betra og lögreglan er svo sem ekkert að kalla í sjálfum sér á neitt eða gera krefjast neins. Hún er bara að segja, heyrðu, ef við eigum að ná að eiga við þetta, þá þurfum við betri peninga, við þurfum betri skipulag, við þurfum meiri heimildir. Og vopn. Og þá verður og í framhald að síðu spurningu, þá verður nú bara bent á það, væri mannaflin ekki betur nýttur ef að það væri ekki verið að sóa mannafli að elta pírata með einhverja kannabispokkar? Það er ekkert verið að elta þá. Það er bara mikið, sko. Er samt ekki verið að því? Það er verið að elta menn bara með... Nei, það er bara að vera að elta menn eða þeir eru grunar að vera að dreifa þessu. Það er ekkert verið að elta einhverja fíkla bara fyrir neysluna. Það er bara mikill misskilningur. Látið mig þekkja það eftir að það er lengi í þessum bransa. Já, ég hef verið með marga fíkla. Ég þekki fíkla betur en flestir aðrir, sko. Og ég veit alveg hvernig þessi heimur er. Ég þekki hennar heim alveg út og inn eftir áratuga störfið í þessum heimi. En erum við ekki að byrja á röngum enda? Nú er formaður landsambands lögreglumanna eftir hvert svona ársþing og hverja ráðstefnu hjá þeim og hvað er gera þarna. Alltaf bara vandafælegur fólk, þetta háskólanám, þessi akademikerun lögreglunar er ekki að skila sér í aukinni þekkingu, í aukinni nýliðun, en samt þurfum við forvirkar rannsóknarheimildir en ekki... Við erum að vinna í þessu að auka og það hefur fjölgað í náminu, sko. Við erum að ná því núna, sko. Það er heilmikla breytingar á þessu eina ári sem við erum búin að vera í ráðuneytinu, sko. Og ótrúlega mikið gerst. Ekki allir sammála okkur allt. Ég ger enga afsönd við það í sjálfum sér. En þetta er allt markmið er svo einfalt. Að gera þetta skilverkar og öflugra. Ekki það að þeir geti ónáð okkur hinn, sko, meira heldur en að gera núna, sko. Það er ekki markmiðið. Heldur bara að tryggja þetta, að þetta sé vel gert, skilvirkt
og það sé bara að vera ónáð þá sem á að ónáða, enga aðra. Akkurat, og svo bara í lokin hérna frumvarpi þegar sjálfstæðismenn hafa látið meðal annars hafa eftir sér sko að ef eitthvað þá gangi nú ég búin að skipta þér í útlendingamálum Hrafn, höfum eina spurningu í einu. Ef eitthvað þá gangi frumvarpi ekki nógu langt en samt fáum við alla þessa gagnrýni, það staðan? Gengur frumvarpið ef eitthvað ekki nógu langt að þínum mati? Nei, það gengur ekki nógu langt, því var líka breytt þess að ná samstöðu ríkisstjórn. Þurftu að gefa þá mikið eftir? Já, mjög mikilvæg hluti eftir en það snýstu allt að ná einhverja samstöðum eitthvað. Hvað getum við gengið langt? Getum við lýst í örstuttu máli hverju við höfum viljað ná fyrir eitthvað? Og það eru lokaorð. Já, það bara þessi sko að geta raunverulega ákveðið það að þeir sem sé með vend í öðru landi sko fá ekki efnismenn fyrir hér líka sko. Þetta svona, þetta þessi stóru atrið og svo erum við með svona víðari tengingu, fjölskyldutengingar heldur en önnur lönd. Þannig að ef það kemur hérna einn, þá á sko öll, einhverju 3, 4, 5 sko rétt ákoma hérna líka sem búa annars staðar sko. Þetta svona ýmislegt sem gerir kerfið okkar miklu þyngra heldur en við svona með góðu móti ráðum við og stefnir í en ég ger enga afsönd til það að menn hafi bara þá skoðun að það eigi bara að vera opið hér og allir sem vilja fá vernd bara komi hér inn í kerfið sko. En við erum auðvitað kostist að gæta hérna hagsmuna íbúa þessa lands, við þurfum að reyna að hafa einhverja stjórn á þessu hlutum og hérna en uppfylla samt eigi síður okkar skyldur og skuldbindingar samkvæmt alþjóðasamningur sem bara mjög mikilvægt og þessi flóttamannasamningur bara mjög mikilvægur að allir taki ábyrgð. En það má ekki vera einhvern veginn þannig að við bara hérna fáum við ykkur á hólskefluna því við erum bara með annað kerfi heldur en allir aðrir og endan ráðum við ekki við það. Það er engu til gagns, ekki einu sem fólki sjálfu sko. Þannig horfum ég á það. Takk fyrir mig. Þetta er ekki bara skortur af manngæsku. Já, tökum hérna, er einhverja fleiri með spurningu? Ég held að, Það er allir búin að vera erfiðir við hérna Brynjar við hérna í Forum Grannsóknarheimildum út af því að bara á því sem kom fram í þínu máli kvöld Brynjar með hérna útlendingamálin, hælisleitendur út af því að þegar þú varst að tala hafnanir á hælisleitendum sem eru bara bundar í lög þá var það lögunum að kenna skilurðu svo þegar hérna Úkraínu flóttamennir voru þá var það ESB sem tók það ákvörðun fyrir okkur út af því að Putin tók ákvörðun að ráðast inn í Úkraínu þannig eru við viljalaus verkfæri annarkvort lagana Putin eða Evrópusambandsins þegar kemur að stefni í útlendingamálum út af því að ég hjó eftir í þegar Þórarinn spurði hver stefni ykkur í útlendingamálum þá var það málsraðin væri meiri sem er kannski ekki ykkur helsta stefna en eru við þá bara viljalaus verkfæri þessar þriggja þátta? Já, við erum örugglega viljalaus verkfæri ESB og Putin er okkur erfiður vissulega en auðvitað eins og ég segi alltaf sko skylda okkar sem er sko lögmætisreglan sem bara sko algjör grundvallarregla hverju samfélagi hverju réttaríki er að fara lögum á hverjum tíma ekki hvað okkur finnst að þau ættu að vera eða hvað okkur finnst sanngjarnt eða réttlátt í hverju tilviki heldur fara að lögum og ef við erum ósátt við lögin þá breytum við þeim en þetta virðast margir eiga erfitt með að skilja vegna þess að þeim finnst alltaf eigi réttlæti ofar lögunum. Já, ég segi þetta kannski í sambandi við að í krafti þingmennsku er Jón Gunnarsson og í ráðherramennsku líka hluti að lögja á samkundinni sko. Já, þú mátt skamma Jón fyrir sko, við stöndum bara frammi fyrir því að í mínum huga voru þessi útlendingalög frá 2015 eða 16 gölluð af því þau voru gerði ykkur svona þverpólitísku samstarfi sem þýðir venjulega þau verða alltaf vond og allir að fá eitthvað, það verða plástra hér og þá allir fá einhver sjónarmið og ég sagði þá í umræðu, þá var ég á þingi að þarna væri verið bara að opna einhvern Pandoru-box sem gæti valdið því að við myndum ekki hafa stjórn á þessu og mér finnst það að hafa raungerst. Við erum með mjög takmarkaða stjórn á þessu vegna þess að við erum að glíma efnislega nánast við öll mál þar sem einhver hefur bara náð að lenda hér og allt fer inn í kerfið og svo þegar búið að afgreiða málin þá finnst ekki fólkið
lætur ekki ná í sig, við vitum ekki hvað það og svo kemur að því að það finnst einhvern tímann og þá þarf að fara að beita valdi og þá snýst umræðan þessa einu valdbeitingu. Þetta vandamálið í umræðinni, ekki snýst það, hvað segja lögin, hver á að afgreiða þetta, verðum við ekki að framfylgja lögum, það ekki skylda okkar, það ekki skylda bara dómsmálaráðherra að segja við alla stofnanir sína, þið verðið að framfylgja lögunum til þessi ætlast, í staðan fyrir að hann fara að taka geðþótt ákvörðu einstökum máli, þá erum við bara alveg í gífurlega vondum málum og þetta á ekki bara útlíkamál, þetta á við allt annað og menn hafa farið flatt á því að reyna að fara að taka eitthvað geðþótt ákvörðanir þvert á lögin sko. Akkurat, herðu, þú átt síðustu spurninguna, ég sé að Brynjar með tómt glas, ég er farin að hafa áhyggjur af frákvörfum. Ég var enda komin í rauðin eða þeir sama en já, svo sem flestar af þessu spurningur sem á komið það hafa svona snert af því sem ég var að velta þér, en takk Tóti fyrir þetta frábæra podcast og takk Brynjar fyrir að koma. Sko ég er náttúrulega miklar áhyggjur af þessum forvirku rannsóknarheimildir lögreglunnar og hvernig þessi mál er að fara og náttúrulega ef þetta mál fer í gegn þá er það náttúrulega fyrst og fremst bara út af þessum atburðum síðustu vikna varandi náttúrulega þessar stunguárásir og hvaðina sem náttúrulega fyrir mér er kannski miklu frekar þetta er ekki breyting á eðli glæpastarfsemi á Íslandi heldur þetta er miklu frekar háð því hvernig siðferðiströskuldur einhvern veginn og samfélagsrekni ungra drengja á Íslandi hefur hríðfallið sko og ég vil þá fá að heyra þínar hugleiðingar sko ef við viljum fara í forvirkar aðgerðir, forvirkar rannsóknir, af hverju heyra þínar hugmyndur sko af hverju ráðustu ekki að rót vandans þá eins og þú hefur svo svarað með lögleiðingu fíkniefna sem myndir náttúrulega kippa stærsta grundvellinum undan skipulagðri glæpastarfsemi á Íslandi en miklu frekar þá líka þessi málefni sem hafa tengst ungum strákum á Íslandi hvernig við eigum að koma þeim einhvern veginn til bjargar í skólakerfinu og fólk stráka sem að finna ekki sinn tilgang í íslensku samfélagi hver eru þínar hugsanir varandi þetta og það er bónusspurning fyrst þú varst að nefna þetta með að ef ráðherra í flóttamannamálum er að taka geðþátt ákvörðun í einstaka málum finnst þér, þú kallar það spillingu fannst þér það að vera spilling þegar fyrrverandi dómsmálaráðherra og samflokksmaðurinn tók ákvörðun í málefni palestínskrar fjölskyldu sem áttu að reyka hérna úr landi og greip inn í þar fannst þér það að vera spilling? Ég ætla nú ekki að fjalla svona einstök máli því að ég þekki ekki alveg en ef ég var í svona stöðu þá myndi ég aldrei gera neitt slíkt nema þá bara að breyttum lögum sko. Nema að ég hefði þá einhvers staðar heimildir í reglugerð eða eitthvað slíkt, ég veit ekki hvernig þetta mál var en það þegar búið að komast að niðurstöðu afgreiða lögbændum yfirvöldum að gera það og ég fara að grípa inn í einstök mál hugsa þetta bara út frá jafnræðisreglunni sko. Fullt af öðru fólki var það er sömu stöðu og þetta mál sem ég er að grípa inn í sko. Þetta er ekki góð stjórnsýsla hvort sem við köllum það spilling eða ekki það er ekki góð stjórnsýsla að grípa svona inn í og ég segi bara kerfi virkar þannig, þetta er bara stjórnsýsla svo geta menn alltaf að fara með mál fyrir dóm og það er bara endaleg niðurstaða það að ráðherrar séu að grípa inn í er mjög vond stjórnsýsla jafnvel þó þau gætu einhvern veginn réttlæta með til þess að hafa heimild í reglugerð að gera eitthvað vegna þess að þá ertu að mismuna alltaf að mismuna fólki það er aldrei góð stjórnsýsla það er mín skoðun jafnt yfir alla það er bara lykilregla sko jafnt yfir alla gangi og ef við ætlum bara að segja svona að menn sem koma hérna að fá flug með það eigi bara að fá að fara inn í kerfið þá er bara allir sem bara koma með flug að fá það líka við getum ekkert verið að en það er ein spurningu viðbót þessi náttúrulega já en ég var ekki alveg búin að svara honum með sko þetta gengjadæmi sko veist, ég horfi það ég er ekki að horfa á það sem hluta þessari skipulagðri glæpastarfsemi þetta er fyrir miklu meira félagslegt vandamál eða eitthvað ég er að hugsa annað í því sko. Þú er búin að segja þetta núna tvisvar okay. Svo ég fá nú að grípa inn í mitt eigið podcast allt er þetta þú er búin að nefna þetta tvisvar að þetta sé eitthvað miklu stærra og sko mér finnst þetta að einhverju leyti svona undarlegur málsöfnuður sem að þú og Jón Gunnarsson eru búin að vera að hefja upp þar sem að þið eru svona að segja að það sé eitthvað miklu starra í gangi
heldur en að svona almenningur raunverulega veit og þar alveg eigum við að treysta ykkur fyrir þessum forverku rannsóknarheimildum. Það er eitthvað miklu stærri gangi. Við megum ekki segja hvað það er, en þið að passa ykkur. Og það er þetta sem er búið að fara aðeins fyrir brjóstaða mér, því að ég má ekki vita hvað það er sem ég þarf raunverulega að forðast, en ég á samt að treysta ykkur fyrir því að vera að takast á við vandan. En þá þurfið þið annarkvort að sannfæra mig það að ég gef ykkur lýðræðislegt vald til þess að breyta þessum málum, eða þá að þið sleppið að segja mér það. En þið getið ekki haft að bæði þannig að ég sé alveg bara, veit ekki neitt þetta og á bara að vera hræddur heima hjá mér í sturtu og þú horfa á mig, og á sama tíma að þið séu að taka þessar ákvarðanir. Já, þú þarf bara að treysta fólki, læra að treysta fólki, læra að treysta dómsmálaráðherra. Eigum við að treysta valdi? Erum við í alvörunni komnið þangað? Já. Ég og þú, að treysta vald, bara treystum valdhöfum og það fer eftir hver fer með valdið. Já, en þess vegna var ég að segja, það er ekki alveg sama hver, þú veist, þetta er ekki bundið við embættismenn, þetta er bundið við embætti. Já, en sko, ég get auðvitað sagt ykkur það eftir að maður kemur í ráðuneytið og færi auðvitað miklu meiri upplýsingar. Almenningur hefur fengið heilmiklu upplýsingar með skýrslum greiningardeildar ríkislögreglustjóra undan fyrir 4 ár. Það er ekki svo að almenningur hafi ekki verið upplýstur. Vandamálið er bara það að við finnum ekki fyrir þessu dagstæðilega. Það truflar okkur ekki. En við sem erum að vinna alveg í kjartanu, við sjáum ógnirnar. Við höfum upplýsingar fyrir framan okkur. Og þær eru miklu meira heldur menn almenningur átt að sjá. Það er bara það sem ég er að segja. Dagstæðilega finnum við ekkert fyrir þessu. Ekki með beinum hætti. Af því að við erum ekkert í skipulagðri glæpastarfsemi. Við erum ekki, en þið verður aðtúa það sko að við erum samt að finna fyrir þessu. Við finnum fyrir þessu þegar hér eru 10 milljarða í svartri starfsemi. 100 milljarði jafnvel. Það eru skattsvik. Það er peningaþvætti. Þetta truflar eðlilegt samkeppnisumhverfi fyrirtækja. Það truflar félagskerfið, almannatryggingakerfið, bótakerfið. En af því við finnum þetta ekki alveg beint á okkar eigin skinni, þá höfum við ekki áhyggjur af þessu. En ég er bara að segja þér, ég þarf að hugsa aðeins og við í ráðundun aðeins lengra það. Við höfum verulegar áhyggjur af þessu með þær upplýsingar sem við höfum, og ég getur ekki sagt annað við Þóra, en þú verður bara svolítið að testa mig í þessu. Ég er ekki að fara í einhverja svona leiðangur, eða Jón, einhverja svona leiðangur bara hvað ganni okkar. Því að við þólum ekki frið til gengarins og við erum bara njóstum fólk. Það er ekki þannig. Ég treysti þér, en ég veit ekki hvort ég treysti mannum sem kemur á eftir þér. Nei, það er vandamálið. Það er bara vandamálið með valdið yfir höfðu, sko. Já. Og við lifum ekki í fullkomnum heimi. Þannig ég á bara að treysta ykkur út af því að eftir ár þá kemur Guðrúns Hafsteins sem ég treysti, ef ég að segja alveg svo ekki, að þá er ég bara að segja já við ykkur út af því að það eru hnífstungur. Já, en við erum svo heppin að við erum með öflugan embættismannaflokk líka, sko, sem passar svolítið upp á okkur, sko. Já, þannig að þú ert að binda vonir mínur um það að Sjálfstæðisflokkurinn bara heldur í þetta vald og ég er bara að treysta ykkur út af því að þið eru búin að halda svo vel utan um þetta. Auðvitað áttu að gagnrýna, þú áttu að spyrja spurninga, þú áttu að gagnrýna og við þurfum að standa fyrir svörum. Það er bara hluti að lýðræðinu, það er hluti okkar kerfi. Þetta verður ekki fullkomið. Og ég bara tel okkur vera að ganga svo ofboðslega skammt á grundvelli mikilvægra almannahagsmuna að ég reyna að sannfæra okkur um það að þetta verði í lagi, en ég skil alveg tortryggnina og ég ger ekki lítið úr henni, alls ekki. En ég segi samt við okkur, sko, við erum ekki næstu því komin á sama stað og aðra þjóðir sem truflar þær, sko, og þeir segja bara við getum ekki gefið okkur upplýsingar því að þið þurfum alltaf að gefa þær síðan bara út til viðkomandi. Við getum ekki leyft okkur það, þannig að við getum bara ekki verið samstarfið við ykkur. Það er þetta vandamál sem við erum að glíma við og ég segi bara við ykkur og ég segi bara svo, Hanna Birna, trúið mér að þetta er miklu meiri ógn núna heldur en það var fyrir 5, 10, talingjum 15 árum og það er bara þannig, það er bara veruleikin og þess vegna erum við Jón tilbúnir ég ætla við Jón, þetta er bara Jón, ég ætla ekki að taka neina ábyrgð á þessu hann verður bara að taka ábyrgð svolítið saman að við erum ekki að gera neitt að ganna okkar í þessu, við bara skynjum þessa ofboðslegu ógn
og við tryggjum ekki eftir á í þessu, það bara þannig. Stóri bróðir elskar mig. Hérna... Já, öllu betri heimur með stóri bróðir. Já. Heyrðu, við erum með lokaspurningu og svo ég ætlaði nú að reynda að vera með lokaspurningu en þetta ekki mitt podcast lengur, þannig að ég ætla að leyfa þessum manni hérna að eiga loka orðin. Takk, þú getur komið inn og eftir að þú vilt og hérna frábært koncept, ég vissi ekki að vera til podcast live sko, þannig að þetta er mjög skemmtilegt en hérna, mér langaði að spyrja þig Brynjar af því að hérna, þú varst að tala núna traust og hérna að það þetta treysta embættismannakerfinu og allt þetta og ég velti fyrir mér, nú erum við að tala lagafrumvarp með forvirkar rannsóknarheimildir og kynningar og lagafrumvarpum eru svona meginstefnu til í gegnum fjölmiðla og samráðsgátt stjórnvalda og það er ekki mjög margir held ég sem skoða samráðsgátt stjórnvalda. Nei. Og ég velti þig kannski fyrir mér af því að hérna, umræðan mann finnst oft eins og kannski stór hluti umræðinu snúist oft misskilning. Já. Og það á báða bóga og það skiptir engum máli hvorum með við línunum þú ert að það kasta fram einhverjum hugtökum eða pælingum en hún týnist oft í því hvað raunverulega stendur þarna og hvernig það virkar og nú ég ekki að segja það að markaðsvæða stjórnkerfið eða löggjafaldið en eitt þannig en getur verið að það væri til einhvers konar bóta því að við erum að eiga lýðræðislega umræðum það og bara hér í kvöld og þú varst að tala einhverja eftirlitsnefnd og persónulega veit ég ekki hvernig hún mun virka og ég er búin að heyra þetta frumvarp við vorum að tala að við erum búin að leggja þetta fram 4 eða 5 sinnum. Nei, ekki þetta sko, það var útlíka frumvarpið. Þetta var bara lagt í samráðsgáttunni í mars og við erum bara að vinna úr þeim athugasemdum og svo komum við bara með frumvarpið höst. En í öllu falli að sko gæti það verið til einhverja bóta því að við erum líka hugsað út frá einhver svona lýðræðislegum sjónarmiðum og ef að löggjafinn og stjórnkerfið í heild ætlar einhvern veginn að fá almenning með sér að það væri til bóta að það væri svona hvort sem það er ráðuneytin, stjórnsýslan eða eitthvað þannig að þegar það er verið að setja fram sérstaklega umdeild lagafrumvörp að þegar þú talar um áðan að þetta væri svona innviðana að það væri bara einfaldlega betri kynning á því hvað fælist í þessu að það væri einhvers konar upplýsingaflæði ég er ekki að segja þegar að fara að ráða hvíta á þessu en samt sem ára það væri þannig að fólk myndi skilja og það væri bara svona svolítið gagn kynning á hvað fælist í þessu umræðan getur farið fram þar til þess að narratífið væri ekki alltaf einhvern veginn báðu megin línunar og þú týnist alltaf í hávaðan af því að fólk held ég veit ekkert almennilega hvað hlutverk eftirlitsnefndarinnar er, hvað má gera í þessu, hvað þetta liggur og svo eru stjórnmálamenn beggja vegna borðsins sem að setja fram sína skoðanir á því en almenningur veit ekki, gæti verið að það þurfi bara betur að kynna lagafrumvarp opna einhvern veginn svona einhvern system þannig að almenningur skilji betur hvað er í gangi umræðan getur verið upplýstari. Já, sko, örugglega má gera það en ástæðan fyrir við setjum svona frumvarp samráðsgátt er til að fá ákveðin viðbrögð einhver sjónarmið, einhverja gagnrýni hvað gæti verið hérna mistök í þessu og svo framvegis. Það er tilgangurinn. En vandamálið á Íslandi og ég held að með engu skipta hvað við vildum kynna þetta mikið fyrir svo. Menn fara bara alltaf í þannan farveg með þetta. Þeir sem eru andstæðingar frumvarpsins eða telja það ekki gott og vilja fara aðra leið, þeir snúa alltaf út úr umræðu, þeir reyna alltaf að afvegaleiða þetta og gera þetta einhvern veginn verða heldur að það er og það finnst mér hafa verið ábyrjandi þetta frumvarp eins og kom í samráðsgáttina í mars síðastlið. Núna er þetta bara inn í ríkisstjórn og hérna er að fara út og vantarlega ríkisstjórn hugsaðlega eftir helgi að þá á þetta umræðan að fara fram þá er frumvarpið komið fram það er í lýðræðislegu ferli í þinginu þingi getur breytt þessu sko. Og þannig á hún að fara þetta er bara einhver stefna sem ríkisstjórnin eða ráðherrann hefur og síðan fer umræðan fram frumvarpið getur bara breyst sko. Það getur líka bara fallið sko. Umræðan á að vera hennu lýðræðislega grundvelli en við förum alltaf einhvern veginn fram úr okkur. En ef ég skjóti inn í að hérna þetta er fulltrúalýðræði, alveg rétt, þetta er lagt einhvern veginn og það fer eftir þessu grundvelli en myndi það ekki, eins og þú ert að segja þú presentar frumvarpið sem réttarbót og sem ef við myndum skilja það betur að þá yrði meiri stuðningur. Já, við þurfum að gera betur í því. Ég er alveg saman. Væri þá ekki lykilatriði lögreglan hefur 78% stuðning borgarna, það liggur fyrir. Já, það er svo stofnun sem hefur mestan stuðning á öllum í landinu og lögreglumenn vilja fá þetta í gegn, lögreglumenn vilja auknar heimildir og annað en þyrfti ekki einhvern veginn að pakka þessu öðruvísi inn og þá er ég ekki að tala um pakka út frá stjórnmálum hliðsjónum heldur að menn getur sett fram eitthvað í frumvarpunum að það væri kynnt betur hvernig það væri þannig að þú getur tekið út jaðrana í umræðinni það sem er vitleysa þannig að það væri þetta að ræða kjarnan.
væri ekki hægt að gera það betur heldur en í samanskátt stjórnvalda þannig að það bara þeir sem eru perrar í lögum fara og kíkja á það og svo fer bara fram eitthvað bandir og svo ræður meirihluti þannig að það væri aðeins meiri lýðræði fólki í þessu og fólk skildi þetta betur af því að eins og þú segir fólk fer alltaf í fylkingar en stór meirihluti fylgir svo bara einhverjum sem hefur skoðan á mál þannig virkar það alltaf sko. Þannig að þú getur þá actually fengið fleira fólk sem telur sig skilja þetta betur af því að það fólk heyrir eftirlitsnefndir og það heyrir stjórnsýsla og það heyrir ákæruleiðir og þetta og hitt að þá bara sónar það svolítið út. Já, þetta verður loka. Já, bara því ég horfi hérna fjölmiðla fólk sko, þetta fjölmiðla menn sko, það er svolítið hlutverk þeirra, til hvers eru þeir? Eru þeir bara til að hafa einhverja hérna teiknimyndasögur í blaðinu? Já, nei, ég meina þetta er fólkið sem á að upplýsa almenning, það eru fjölmiðlar. En spurningin gæti verið einhvers konar afanjú fyrir það að löggjafinn, stjórnsýslan, ráðuneytin, annað myndu búa til meiri upplýsingavinnu og koma því á framfæri og taka fjölmiðla. Ég meina ég er bara alveg saman þetta er bara lagafrumvarp. Þetta er rauninni að hann er að segja að það vantar að upplýsa almenning það nákvæmlega hvað er að gerast í staðinn fyrir það að segja að þú þurfir að gera það. Við erum með heilan ríkismiðil með 5.000 milljónur á Já, bara Andri sér ekki að standa sig í stikkinu þannig að hvað er þú að gera? 7.000, nei ég meina, auðvitað getur stjórnsýslan og ráðherra og ráðuneyti staðið sér hvað betur í því að kynna eitthvað mál, eflaust, við getum alltaf gengið út frá því en einhverja vegna sko, við erum að skrifa þetta frumvarp í því greinagerð, það eru útskýringar af hverju og tilgangurinn og allt þetta sko og síðan á þessar upplýsingar að vera þessum ég tala ekki með öllum ríkistyrtu fjölmiðlum að sinna þessu starfi sko í staðin fyrir að vera bara þáttakendur í baráttunni stundum sko eins og ríkismiðlinn er Akkurat sem er bara aktivistin í sögunni sko. Við ætlum að ljúka þessu núna okay. og mér langar líka að koma að framfara að ég er mjög ánægður með íslenska fjölmiðla því það að yfir höfu vinna í þessu umhverfi er náttúrulega galið og það að sko þegar það er verið að hvað ég var að segja, þegar fólk er með horn í síðu fjölmiðla þá fer það mjög mikið fyrir brjóstið að mér. Já, ég er með mikið horn í síðu þeirra. Já, það er þetta rétt. Það vil gleymast. Já, ég finnst þér alveg sko, og sérstaklega ríkismið. Nú getur þetta er 12. skrefið, eða 12. sporið, hvernig sem hvað er 12 spora gerð? Getur núna beðist fyrirgefningar. Ertu að senda við í meðferð? Já, ég er að senda við í meðferð. Nei, það er komið tíma til. Hérna, við ætlum að ljúka þessu núna. Já, ok, ég er alltaf mikið tröflaði. Nei, hérna, við verðum bara að spara spurningar. Ég er augljóslega að stýra mínu fyrsta live hlaðvarpi því ég er bæði svona bouncer á mækin. Ég hef farið nokkur sem að Sam Harris hérna live og það er, þú veist, 1000 manna og það er alltaf svona bouncer á mækunum sem að tekur mækin að þér. Ég hef aldrei vita af hverju hann er, hann getur í kvöld. Ég er ekki að skjóta ykkur, ég er mjög þakkláttur að þið mættið í kvöld. Já, og bara takk æðislega fyrir að koma, Brynjar. Takk fyrir að bjóða. Við sjáum þetta í viku í næsta live hlaðvarpi. Já, það var að fara að hvíla þjóðina á mér. Já, hvíla þjóðina, en eins og ég segi, ég ætla að halda þessu áfram og mér finnst mjög gaman að gera þetta, en eins og ég segi, þetta er mjög skemmtilegt og það er bara frábært að þið hafið yfir komið og ég vil bara klappa fyrir ykkur og takk aðeins að vera að koma.